ég einhvern veginn held að þetta sé ekki það sem að þjóðin vill, það að segja að börnin þeir eru að stíga sinn fyrstu skref í menntastofnunum að það séu fólk sem að talar eingöngu erlent tungumál að vinna þar. Þannig að það svona þróun sem við þurfum bara að velta fyrir okkur og hvað leiðir það af sér. Þannig að þetta bara svona, ég held að sé bara gott að við ræðum þessi mál og veltum fyrir okkur svona hvað það er sem við þurfum að varast í þessu og þó að svona heilt yfir sé mjög margt jákvætt og gott og spennandi. Já, og til þess að svara þessu með ráðhúsið, þá keyptum við þetta nýtt ráðhús eða nýtt hús, Íslandsbankahúsið. Nú ég að segja þetta eftir minni á 85 milljónum minni mig og eyddum einhverjum 20 milljónum í að koma því í stand sem að ég veit svo sem ekkert hvar stendur. Og hér í þessari fjárhagsáætlun verið að tala 10 milljónir í lyftu sem að líka spurning hvar endar. Það verið að leggja hér til 150 milljónir í viðbót við gamla ráðhúsið og kostnaðurinn sem að nú þegar fallinn á þessa framkvæmd hleypur á 100 milljóna. Ég hef náttúrulega ekki þessar tölur upp á punkt og prik en þess vegna var ég bara að spyrja hvort það geti verið að þessi framkvæmd væri bæði þessi hús, að kostnaðurinn við bæði þessi hús á kjörtímabili geti verið einhvers staðar milli 600 og 700 milljónir. Ég svona bara óttast það. Það getur verið að ég vona að ég hafi rangt fyrir mér en þegar upp verður staðið, þegar við erum búin í framkvæmdum við bæði þessi hús, þá því miður kemur það mér ekki óvart að það væri staðan. En það er auðvitað alltaf gott að vera vitur eftir og allt það, en auðvitað var ástandið á gamla ráðhúsinu mun verra heldur en menn gera sér grein fyrir upphafið, þannig að þetta hefur sjálfsagt að einhverju leyti sínar skýringar. En það er kannski bara annað mál og væri bara eðlilegt og ég held líka að það sé verið að taka saman minnisblað til þess að fá upplýsingar það og við sjáum það bara svart á hvítu. Takk fyrir þetta, Trausti Hjaltason, Íris Róbsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Já. Varðandi þessa tillögu, ef ég ræði hana aðeins fyrst, þá kom það nú ekki til að góðu að byrja var að vísitölutengingin var tekin úr sambandi. Við vorum náttúrulega kannski ekki samkeppnishæf, til dæmis með leikskólagjöldin og við erum alltaf að tala að við viljum gera bæjarfélagið barnvænt og þetta kostnaður sem á barnafjölskyldum og eldri borgunum sem inn í þessari tillögu. Og já, með matinn, ég algjörlega sammála því, þess vegna hef ég nú aldrei talað fyrir frýrri 5 ára deild vegna þess að ég hrædd það að gæðin í starfinu myndu breytast ef að það væri ekki einhver leikskólagjöld, þannig að það sé hægt að gera ákveðnar kröfur. Ég sem foreldri, ef ég greiði eitthvað, þá geti gert kröfur. En varðandi þetta, það ekki eins og þetta sé ókeypis og ég vil bara benda á það að í eina tillögunum sem við munum fá inn í Viltu hafa áhrif að skólamáltíðirnar séu gjaldfrjálsar og það bara mjög vel rökstudd tillaga gagnvart félagslegum aðstæðum að það sé ekki mismunað einhver sem hefur ekki efni á mat og annað, þannig þetta misjafnt og ég alveg viss það að það sem að bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason sagði hérna áðan varðandi það að foreldrarnir vildu betri mat. Ég man eftir þessari skoðanakönnun, það var spurt hvort að við borgum náttúrulega alltaf hlutfall og foreldrar borga hlutfall. Þeir voru tilbúnir að borga pínulítið meira, ekkert mikið meira, ef að til þess að fá betri mat. Þeir voru ekki tilbúnir að borga endilega meira fyrir matinn sem þeir voru að fá. Þannig en ekki það, ég veit að það búið að fara gríðarlega vel í gegnum og við höfum átt alveg mjög farsælt samstarf, ég þekki það bæði sem bæjarstjóri og sem kennari við Eins að kalda skólamatinn og hann alltaf að endurnýja sig og það alltaf verið að fara að vinna eftir nýjum stöðlum og svona og við erum að reyna að standa okkur en það má auðvitað alltaf deilum það hvort að það á að frysta gjaldskrár á mat en
það í þessari tillögu og það ekki gert ráð fyrir hækkunum inn í fjárhagsáætluninni í tekjuliðnum á því, en það vegna þess að við viljum vera ekki endilega neðst, en við viljum vera samkeppnishæf. Við vorum svolítið ofarlega, minnstakosti í leikskólagjöldunum, og sumstaðar erum við mikið ofar í matnum og sumstaðar erum við neðarlega. Það mjög misjafnt verðið á skólamáltíðum. En varðandi þessa upptalningu hjá Trausta, bæjarfulltrúa Trausta Hjartarsyni með Ráðhúsið, þá skil ég ekki þetta, alveg sama hvað hafi verið gert, hvort sem því Ráðhúsarnið eða ekki, þá voru allir búnir að samþykkja það að gera upp húsið. Þannig kostnaðurinn var alltaf til staðar. Það átti, ef að bæjarskrifstofan hefur ekki farið þarna, þá samt þurft að laga húsið. Það var alveg á hreinu, það var engin breyting á því. Og svo það annað, það búið að bóka 153 milljónir á húsið. Það ekki hægt að fara í fjárhagsáætlun og skoða fjárhæðirnar sem við settum, fara ekki alltaf allar út. Þannig það svolítið annað, en það búið að bóka 153 milljónir á þetta hús núna. Varðandi það að við séum að kaupa farin að kaupa 2 ráðhús, þá vil ég benda á það, og það kom nú fram í máli Hildi Sólveigar Sigurðardóttur hér áðan bæjarfulltrúa, að hvað væri mikil ánægja með að við værum að selja eignir. Við ætlum að selja Rauðagerði, það sem þessir skrifstofur eru, og ég vona bara að við fáum pening fyrir það, alveg svo við fengum 75 milljónir fyrir slökkvistöðina upp í nýja slökkvistöð. Þannig að það nú alveg plúsar og mínusar þarna, og svo finnst mér mjög ósanngjarnt að það sé verið að segja að það séu 150 milljónir í nýtt ráðhús núna. Af þessu eru 10 milljónir. Það alltaf þurft að kaupa húsgögnin, alveg sama hvert átt að fara. Þannig það tengist ekki þessu húsi. Ég að tala ráðhúsið núna. Já. Og varðandi, þetta húsgögn í ráðhúsið, og svo líka talað þessar 20 milljónir sem tengjast lóðinni. Frágangurinn tengist ekki ráðhúsinu. Það þurfti alltaf að fara í þessa frágang á lóðinni og drena húsið og allt þetta. En húsið var, það rétta sem kom hérna fram í máli Trausta Hjartarsyni áðan, húsið var illa farið. Mikið verð farið en fólk gerði sig grein fyrir. Og þeir sem voru búin að taka það út. En sem betur fer, tók tæknideildin ákvörðun það að gefa sér tíma í að laga steypuskemmdir og sprungur. Þetta nú eitt af 10 fallegustu húsum Íslands, þetta hús. Og var kosið það. Og ekki bara Vestmanningar sem tóku þátt í könnuninni. Þannig að þetta gríðarlega fallegt hús sem við hefðum alltaf þurft að laga. Þannig það mjög sérstakt að það sé sett á þennan stað, og að þetta séu orðnar einhverjar yfir 500 milljónir, en ég segi nú bara eins og bæjarfulltrúi sagði áðan, það alltaf hægt að tína einhverja tölur til og leika sig með þær. En svo annað. Ég ekkert smá fegin að við tókum ákvörðun það að fara með frumkvöðla og nýsköpunarstarfsemi upp á 3. hæðinni í fiskiðinni. Og við erum að fá gríðarlega jákvæð viðbrögð á þetta verkefni. Við erum búin að fá hérna styrki, matvælasjóði við 21 miljón verkefni sem linkar þarna inn á hæðina. Við erum búin að fá 10 milljónir úr lóunni sem var með hæstu styrkjónu sem voru veittur úr þessu verkefni. Þannig að þessar ákvarðanir voru góðar. Þó það hafi verið rifrildi og leiðindi í kringum þær, þá þetta hárrétt ákvörðun, og ég held að það sómi sér alveg gríðarlega vel að vera með hluta af bæjarskrifstofan Vestmannaeyja í þessu húsi sem hér okkur á, eða mín á hægri hönd. En allavega þá milli samt líka taka undir, mér gaman að heyra hvað bæjarfulltrúar eru jákvæðir, og það gott að því að eins og ég sagði þegar ég var að klára mína mjög svo löngu yfirferð áðan, að þá eru við öll hérna að því við viljum hag Vestmannaeyja sem besta. Við buðum okkur fram í þetta hlutverk, kannski áttum okkur ekki alveg á því hvað þetta væri rosaleg stemming að vera í þessu hlutverki fyrir en á hólminni komið, en við fórum öll inn í þetta til að gera bæinn okkar betri. Og mér finnst gaman að heyra það að þó að það séu deildar meiningar ákveðna hluti, þá eru við öll þarna og tilbúin að leggja ýmislegt á okkur til þess að við getum haldið áfram að horfa á þetta sveitarfélag vaxa og dafna. Já, takk fyrir Íris Róbertsdóttir. Það gefst nægur tími til þess að stilla strengi svo milli umræða. Hildi Sólveigar Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, ég ætla að fá, með leyfi forseta, að flytja bókun og
Bókunin er svo hljóðandi. Fjárhagsáætlun þessi er svo fyrsta eftir að sveitarfélagi sagði sig frá rekstri hraunbúða. Fjölgun bæjarfulltrúa leiðir til aukinna útgjalda, þrátt fyrir það að sjóðir sveitarfélagsins hafa komið í veg fyrir að sveitarfélagi þurfa að ráðast í lántökur vegna mikilla framkvæmda undanfarin ár. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins ítreka áfram mikilvægi ráðdeildar í rekstri og að nýframkvæmdir sveitarfélagsins nýtist til að bjóða betri þjónustu og einfaldari rekstur á borð við viðbyggingu á Hamarsskóla. Auk þess leggja bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins áherslu á að styðja við fjölbreytt atvinnulíf og að markaðssetja Vestmannaeyjabæ sem ákjósanlegan búsetukost fyrir ungt fólk. Undir þetta rita allir bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og ég kem með tillögu sem er svo hljóðandi. Við leggjum til að tillögunni verði þetta er viðbóta tillaga við þá tillögu sem hefur framkomin. Við leggjum til að tillögunni verði frestað til síðar umræðu og í millitíðinni gerð könnun hjá foreldrum og eldri borgurum hvort að þau vilji greiða áfram sama hlutfall en lögð frekari áhersla á að auka gæði matar og valfrelsi í matselum. Bókun lýkur. Og þarna er eins og bæði kom fram í máli Helgu Kristínar og tillögu lýkur, já. Og þarna kom fram eins og kemur í máli bæði Helgu Kristínar og Trausta, svona verið að bregðast við þessu varðandi þær áhyggjur að með í rauninni minni tilkostnaði muni hugsanlega gæðin minnka, en auk þess að þá hefur líka alveg verið umræða það að börn og eldri borgarar hafi meira valfrelsi í fæðu framboði eða að fái aðra mögulega kosti, til dæmis grænkerakost eða annað slíkt. Og það er auðvitað ekki það, ég veit það að innan sérstaklega eins og grunnskólans að þá og sá aðili sem að sér matselina þar hefur tekið mjög mikið tillit til. Það eru aðilar með mikið bæði ofnæmi og annað slíkt sem að þarf að taka tillit til, og ég ger mig grein fyrir því að þetta auðvitað eykur flækjustigið við framreiðslu og undirbúning skólamatarins, en allavega viljum við leggja þessa tillögu fram hér. Takk. Þakka Hildi Sólveigu Sigurðardóttur fyrir. Mælendaskrán sé svona verða tæmd í þessu. Flestir eða allavega einhverjir búin að koma tvisvar, þannig að það er búin að tæma það allavega við þessari umræðu. Við erum komið með tillögur og svo tillögum að fresta, og kannski með leyfi varaforseta þá ætla ég aðeins að fá að leggja orði í belg. Ég hef ekki tjáð mig kannski mikið þetta, en ég ætla að byrja á því að þakka bæjarstjóra og starfsfólki Vestmannaeyjabæjar fyrir vel unnin störf. Þetta er auðvitað mikil vinna í þessari fjárhagsáætlun og ofan á þá vinnu sem er þegar til staðar, og svo kom fram í innbókunni og hér á fundunum að það var náttúrulega búið að vera krefjandi aðstæður fyrir þetta sveitarfélag ásamt mörg önnur, og verið að glíma við veiru og fleira. Við höfum fengið brest í loðnuna sem blessunarlega horfir til betri vegar núna á nýju ári, en segi, það er ekkert öruggt í þessu. Það hefur tekist vel. Ég held við höfum gert, allavega það er búið að koma að máli við mig allavega, að aðili í ferðaþjónustu mjög ánægður með það hvað hefur verið lagt mikla áherslu á að markaðssetja Vestmannaeyjar. Og ég er sannfærður það að það hafi skilað sér í auknum ferðamönnum. Það er ekki að tala um erlenda, heldur líka innlenda. Og ég held að þetta spilir stórt hlutverk líka í farþegatölum í Herjólfi og fleira. Að ef við hefum ekki gert neitt, þá held ég að við værum á öðrum stað hvað varðar ferðamenn, vegna þess að samkeppnin er mikil, og við vitum og þekkjum það sjálf að við eltum sólina líka, og kannski brást hún okkur að einhverju leyti hérna í sumar, var meira á öðrum stöðum, en þá hún kemur kannski einhver tíman.
En við höfum jafnframt verið í fullt af framkvæmdum og verðum áfram í framkvæmdum og auðvitað líka hægt að fresta því eða fara á minni hraða og annað slíkt. Þannig að þetta svona áhersluatriði bara hvernig við ætlum að fara í þetta. Við höfum lagt upp úr eins og hefur komið fram góða þjónustu og ég alveg sammála því að hlutverk bæjarfélagsins sannarlega að veita góða þjónustu og ég held að það sé lykillinn í því að laða að hér fleiri íbúa og fjölgi bæjarfélaginu, það akkurat með þessu og liður í því að eins og við höfum gert frysta gjöld varðandi leikskólann og fleira, hækka frístundastyrkin, þetta vegur allt bara mjög þungt í þessu, allavega myndi gera það fyrir mig sem með fjölskyldu. Sannarlega voru leikskólagjöldin komin svolítið hátt hjá okkur á tímabili og það náttúrulega ástæðan fyrir því að við höfum verið í að frysta leikskólagjöldin og gera samkeppnishæf. Nú, ef að ég hef ekki svona eitthvað að rifja það vitlaust upp hérna núna áðan að ég held við séum í 7. sæti með þessi 15 sveitarfélög sem við erum að bera okkur saman við. Og þetta svona staður sem að ég kýs að vera á einhvers staðar, 5. til 7. sæti og þetta eru leikskólagjöld 8 tímar með fæði og það hafa verið sveitarfélög eins og Mosfellsbær, Fjarðabyggð sem voru til dæmis að lækka leikskólagjöld og það náttúrulega nákvæmlega að þessi sömu ástæð, það hefur verið að gera þetta samkeppnishæfara líka. Það sem hefur svona verið kannski eins og segi, ég ánægður með staðinn sem við erum á og kannski leikskólagjöldin sjálf en mataliðurinn hefur verið hærri hjá okkur en öðrum sveitarfélögum og sannarlega þetta, við erum með mjög flotta aðila í mat og það eru 2 rekstraraðilar hérna í Eyjum sem eru bara framúrskarandi í mat og með framúrskarandi veitingastæði og ég veit að þetta bara mjög gott og þar leggja menn mikið upp úr því að vera með gott hráefni. En út að ég nú pælt svolítið í þessu þá ræddi ég þetta við framkvæmdastjóra fjölskyldu og fræðslusviðs og þá það náttúrulega þannig að við erum að borga bara hluta af fæðinu og svo bærinn að borga rest. Þannig að vissulega kostar þetta meira þannig að ég hef engar áhyggjur af því að gæðin sé að minnka. Ég held að þetta sé og eins og kemur fram í þessari tillögu sem að Njáll Ragnarsson flutti, ég held að þetta sé bara gríðarlega mikið virði og gæði í því að hafa hófstilltar álögur og mat og ég held að þetta skilir sér margfalt og sérstaklega eins og segi fyrir barnafjölskyldur þar sem reksturinn nú oft þungur þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem að sveitarfélagið bara geti vel gert á þennan hátt. Þannig að eins og segi, við höfum lagt líka upp með það að vera með traustan og góðan rekstur og ég held að það sé bara að sýna sig. Þetta 4. og síðasta fjárhagsáætlun sem þessi bæjarstjórn kemur að og það algjörlega óljóst hverjir og hvort einhver hér muni vera í næstu bæjarstjórn. Það verður bara komið í ljós á næsta ári. Það nóg eftir svo sem hjá okkur en afgreiða þessa fjárhagsáætlun, ég held að þetta sé bara metnaðarfullt og ég allavega stoltur og ánægður og bara stoltur af því sem hefur verið á kjörtímabilinu. Þannig að ég allavega mun styðja þessa tillögu. Þannig að ég held að þetta sé svona í grófum dráttum þar sem ég ætlaði að fara yfir að sinni. En segi það einhverjir sem hafa nýtt tíma meðan ég tók hérna nokkra púntar sem ég var búin að púnta niður hjá mér til þess að biðja orðið og einhverjir hætti við líka þannig að það spurning hvort ég að tala bara lengur þannig að það getur líka haft kannski kosti en Njáll Ragnarsson hann stendur við sitt, hann ætlar að fá að taka til máls, gjör svo vel Njáll Ragnarsson. Forseti, ég stend alltaf við mitt svo það sé sagt. Ég vona að
að ekkert foreldri í Vestmannaeyjum standi í þeirri meiningu að með því að frysta gjaldskrár að þá leiði það af sér lakari þjónustu. Og það að hækka ekki matarkostnað í skólum, að það leiði einhvern veginn af sér verri mat. Það er bara einfaldlega ekki þannig. Málið með þannig háttað að Vestmannaeyjabær semur við einkaaðila þessa þjónustu. Og það eru veitingamenn hér í bæ sem að framleiða þennan mat, auk þess sem að eldhúsið og Sóla er í framleiðslu í þeim hluta. Bærinn semur við þessa aðila og veitir ákveðnu fjármagni miðað við þær kröfur sem að við gerum hollan og næringaríkan góðan mat fyrir okkar nemendur. Ég held að það sé almennt mikil ánægja með mat, minnst okkur það sem ég hef heyrt, þá er almennt mikil ánægja með mat í bæði leik- og grunnskólum. Þannig að bara til þess að taka af allan vafa og sefa allar áhyggjur af því að þetta leiði einhvern veginn af sér lakari þjónustu eða verri þjónustu, það er bara ekkert í þessu sem gefur það til kynna. Við erum ekki að skera niður í samningum, við erum ekki að lækka fjárframlög í málaflokkana, við erum einfaldlega að segja að við ætlum ekki að velta þessum útgjaldaliðum beint yfir á fjölskyldur. Við erum að ýta undir og styðja betur við barnafjölskyldur með þessari aðgerð. Það vakir ekki fyrir nokkrum manni hér að fara að skerða þjónustu eða láta þjónustu þegana líða fyrir það að gjaldskrá bæjarins hækki ekki á borði tengd vísitölu. Þannig að ef að þetta sefar að einhverju leyti áhyggjur sem að voru hér fyrst viðraðar af bæjarfulltrúa Helgu Kristínar Kolbeins og síðan öðrum bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins, að þá vona ég að þau geti þá tekið undir þessa tillögu. Því að ég bara ítreka það sem ég hef sagt hér, við erum ekki að fara að skera niður í samningum við þessa aðila, við erum ekki að fara að skera niður í þjónustunni, við erum einfaldlega að segja sveitarfélagið ætlar ekki að ýta þessum kostnaði beint yfir á barnafjölskyldur, heldur ætlum við frekar að styðja við barnafjölskyldur. Þakka Njáli Ragnarssoni fyrir. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég vildi bara koma því ég hef kannski mesta innsýni í varðandi þessa samninga af okkur bæjarfulltrúanum. Staðan er eins og bæjarfulltrúinn Njáll Ragnarsson fór yfir að við kaupum matinn fyrir eldri borgara af Gott, við kaupum skólamatinn af Einsa Kalda og hans sinni líka kirkjugerði, en svo er Sóli með sér eldhús. Ég veit ekki betur en bæði Einsi og Sóli eru gríðarlega, sveigjanlegir, gagnvart allavegna fæðuóþoli. Ég veit bara að það eru 7 eða 8 mjólkurtegundir í boði á Sóla, Þannig að það er algjörlega verið að mæta og allir þessir aðilar sem Vestmannaeyjabær semur við þurfa að mæta mjög strangum stöðlum. Og nýjasti samningurinn við Gott, matseðlinn er samin af Sigga og næringafræðingi sem þarf samþykki miðað við aldurshópi sem verið er að gefa borða. Þannig og við erum ekkert að fara að taka það að þessi gjaldskrá verði fryst, sem þýðir það að við ætlum að þá að borga þeim á Gott minna eða Einsa minna, sem þýðir það að þeir þurfa að spara í mat. Þannig að það er ekki, þetta er samningsbundin, þetta er samningur við einkaaðila sem að mun áfram halda að vinna með þeim hætti sem þeir eru. Þannig mér finnst pínu ég veit ekki hvort það gæti misskilings, mér finnst eins og þessir aðilar séu ekki að standa sig. Þetta er glænýr samningur við Gott og hann er gríðarlega metnaðarfullur, samningurinn. Varðandi boxin sem á að haka í og ég hef nú stundum borðað hennar mat sjálf og hann er mjög góður. Og þetta er að það var alveg farið ofboðslega mikið ofan í næringagildið, að því að við vorum kannski ekki með nógu stífan ramma utan næringagildið þegar við vorum með þetta sjálf hjá okkur og það var farið mjög vel ofan í það. Þannig að það að gjaldskráin verði fryst þetta árið á ekki að hafa áhrif á gæði matsins. En það væri náttúrulega svolítið öðruvísi ef við ætluðum að fara að hafa matinn ókeypis. Þá ertu svolítið þegar einhver, og það er náttúrulega ekkert í heiminum frítt, það er allt einhver annar sem borgar fyrir það,
að þá væri staðan kannski svolítið þannig að þú hefði kannski ekki stöðu til að gera kröfur ef þú greiðir ekkert. En ég vildi bara koma þessu að. Takk fyrir Íris Róbertsdóttir. Ég held að fara að sjá fyrir endan á þessum fyrsta lið. Við ætlum að taka 10 mínútna pásu síðan þegar þessum fyrsta lið lýkur. Það er allavega ekki mikið eftir hérna hjá mér til þess að ljúka honum. Það sem að stendur hér eru 2 tillögur sem að ég ætla að fá að afgreiða. Nú, til þess að rifja aðeins upp, þá kom hér Njáll Ragnarsson og flutti tillögu meirihluta EAH-lista gjaldskrá. Þannig meirihluti EAH-lista leggur til að gjaldskrá Vestmannaeyjabæjar fyrir eftirtalda þjónustu hækki ekki fyrir árið 2022. Leikskólagjöld, matarkostnaður fyrir börn í grunn- og leikskólum, dagvistagjöld, frístund og matarkostnaður eldri borgara. Mikilvægt á þessum tímum að halda gjöldum fyrir veita þjónustu eins hóflegum og hægt sérstaklega varðar þá þjónustu sem hér upp talin. Þetta var tillagan. Nú það komin tillaga að fresta þessu. Þannig að ég held við tökum hana bara til atkvæða. Þeir sem vilja fresta þessari umræðu, gefið mér atkvæðamerki. Það eru 3 bæjarfulltrúar sem það samþykkja, því ég biðja bæjarfulltrúar velvirðingar á því að ég sé aðeins. Þannig að það eru 3 sem greiddu atkvæði með því að fresta. Nú þeir sem eru á móti, bæjarfulltrúar sem eru á móti, gefið mér atkvæðamerki. Þannig að það er þá fellt, þá er það tillagan sjálf sem að Njáll Ragnarsson flutti og ég bar hér upp, ber undir atkvæði. Þeir bæjarfulltrúar sem eru sammála henni gefa mér atkvæðamerki. Það er allir 7 bæjarfulltrúar, þannig að þessi tillaga er samþykkt. Já, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, ég vil fá að gera grein fyrir atkvæði mínu með bókun frá öllum bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins. Samþykkjum tillöguna þar sem viljum samþykkja að frysta gjöld, dagvista, leikskólagjald og frístundar en gerum þá athugasemd við að frysta í gjaldskrá vegna matarkostnaðar. Til eru sértæk úrræði fjárhagsaðstoðar til þeirra sem hafa ekki efni á að greiða fæðisgjöld. Bókun lýkur, takk. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Og fleiri, já, Trausti Hjaltarsson, fyrir ekki svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ég greiði hér atkvæði með þessari tillögu einfaldlega bara vegna þess að ég er bara sannfærður það að Vestmannaeyjar eru frábær staður fyrir fjölskyldur, barnafjölskyldur að búa á og þetta er bara liður í því að við erum að sýna fram á það að þú átt að koma í fjölskyldunina og búa í Vestmannaeyjum. Ég hins vegar vil ítreka það í ljósi hérna umræðum gjaldskrá á mat sem að er kannski ekkert eitthvað risa atriði í þessu öllu saman en hérna það er allavega bara til þess að það sé engin vafi. Ég var alls ekki að segja að gæði matarins eða eitthvað slíkt, einhver þjónusta við matinn væri eitthvað vond eða það þurfti að laga hana eða eitthvað svoleiðis, bara til þess að taka þannig að sé engin misskilningur með það. Bara tek undir að þetta öll þessi fyrirtæki sem að vera þjónusta og eldhúsi og sóla, þetta er bara, ég veit það að menn er að leggja mikinn metnað í þetta og er að standa sig mjög vel og almennt bara mikil ánægð. Það er ekki auðvelt að matreiða ofan í svona stóran hóp og hafa alla sátta, þannig að bara þannig sé engin vafi á þessu. Trausti, já, takk fyrir Trausti Hjaltarsson, Helga Kristín Kolbins, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, áheyrendur, ég bara takk fyrir greinagóða útskýringu Íris á samningunum matinn. Maður er alltaf hræddur það að þegar fjármagn til einhvers minnkar að þá geti það bitnað á gæðum þjónustunar.
og það er mjög mikilvægt og það kom líka fram í máli bæjarfulltrúar og forseta Elís að gjöldin hjá okkur fyrir mat hafa gjarnan verið hærra en annar staðar en við erum öll sammála það að gæði matarins hér eru nú líka með því besta sem þekkist, ef ekki bara allra besta sem þekkist. Þannig að það getur alveg verið mjög eðlileg skýring á því. Takk. Já, takk fyrir Helga Kristín Kolbeins. Þá þarf ég að leggja fyrir fundin. Já, Njáll Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, mér finnst það sérstaklega ánægilegt að í fyrsta skipti skuli minni hlutin allir bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins greiða atkvæði með því að frysta gjaldskrár þessara liða. Ég held að þetta sé sérstakt fagnaðarefni. Takk fyrir Njáll Ragnarsson. Vilja fleiri gera grein fyrir atkvæði sínu? Það verður lengra haldið, það er síðasti séns. Svo er ekki. Við umræðum fjárhagsáætlunina. Ok, þá bara gjör svo vel, Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Áður en að ég klára, já, bara lítið eftir. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég ætla að fá að lesa upp bókun. Rekstur A-hluta sveitarfélagsins stendur styrkum stoðum. Reglulegur rekstur er ekki í járnum líkt og haldið er fram í bókun Sjálfstæðisflokksins. Inn í rekstri A-hluta er áhersluverkefni fyrir 220 milljónir sem eru verkefni á borð við leikvelli, skólalóðir, gönguleiðir, spjaldtölvuvæðingu GRVF, heilsueflingu eldri borgara og svo framvegis. Ef rekstur A-hluta þyngist er svigrúm til þess að bregðast við því með því að fækka áhersluverkefnum. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta, Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Þá ætla ég að halda áfram. Ég þarf að bera fyrir fundin hér útsvarsprósentuna. Samkvæmt forsendum fjárhagsáætlunarinnar að þá er tillaga að útsvarsprósenta fyrir árið 2022 sé óbreytt. Það er að segja að veri 14,46%. Þannig að vilja bæjarfulltrúar ræða þessa tillögu eitthvað áður hún kemur til atkvæðagreiðslu. Þá ætla ég að biðja bæjarfulltrúa sem eru samþykkir þessari tillögu. Ég þarf að bera þetta fram sérstaklega fram. Þannig að þetta sé allt samkvæmt því sem við eigum að fara eftir. Að útsvarsprósentan verði óbreytt til bæjarfulltrúa sem eru því samþykkir. Gefið mér atkvæðamerki. Bara útsvarsprósentan sé óbreytt samkvæmt forsendum fjárhagsáætlunar. Þannig að það er allir bæjarfulltrúar 7 sem eru því sammála, þannig að það er samhljóða samþykkt. Nú þá ætla ég að vinna mig áfram í gegnum þetta og þá er komið að því að fara í lokahnykkin á þessum fyrsta dagskrárlið, allavega svona eins og ég sé þetta fyrir mér. Það hefur löst einhverjar bókanir sem koma svo í framhaldi. Þá erum við klárum þetta endanlega, en það eru tölurnar sem ég ætla að lesa upp fyrir ykkur og svo samþykjum við þennan fyrsta lið og vísum þessu þá til síðari umræðu í bæjarstjórn. Tölurnar eru svona: tekjur alls, það er 4.778.074.000, gjöld alls fyrir fjármagnsliði er 4.763.482.000, þannig að rekstrar niðurstaðan er jákvæð 121.097.000. Veltufé frá rekstri er 617.021.000. Afborganir langtímalána eru 23.021.000. Handbært fé í árslok eru 2.323.794.000. Þá förum við í fjárhagsáætlun B-hluta Bæjarsjóðs Vestmannaeyja. Það er rekstrar niðurstaða Hafnarsjóðs. Það er hagnaður upp á 67.998.000. Rekstrar niðurstaða Vatnsveitu 0. Rekstrar niðurstaða Fráveitu, það er hagnaður upp á 56.059.000. Rekstrar niðurstaða félagslegra íbúða, það er 0. Rekstrar niðurstaða Náttúrustofu Suðurlands, það er hagnaður upp á 742.000. Rekstrar niðurstaða Hraunbúða 0. Rekstrar niðurstaða Herjólfs OHF, það er hagnaður upp á 12.803.000.
Veltufé frá rekstri er þá 251.706.000. Afborganir langtímalána eru 6.742.000. Fjárhagsáætlun samstæðu Vestmannaeyja fyrir árið 2022 er þá tekjur alls, það er 7.055.501.000. Gjöld alls eru 6.909.456.000. Þá er ekstra niðurstaðan jákvæð upp á 258.699.000. Veltufé frá rekstri er 868.727.000. Afborganir langtímalána eru 29.763.000 og handbært fé í árslok er þá 2.323.794.000. Þá hef ég lokið því að lesa upp þessar tölur og er þá að koma að því að við förum í atkvæðagreiðslu þennan lið. Ég held að allir bæjarfulltrúar séu búin að taka til máls. Má ég bóka við bókunina hennar, svara bókuninni, áður fyrir með það? Sjálfsagt. Trausti Hjaltason, gjör svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, hér með bókun við þennan lið, hljóðar svo. Hvergi í bókun Sjálfstæðisflokksins kom fram að rekstur sveitarfélagsins var í járnum þó að vissulega sé verið að ganga á handbært fé sveitarfélagsins. Bókun lýkur. Takk fyrir, Trausti Hjaltason. Þá er komið að því að bera þennan fyrsta lið undir atkvæði og vísa þá jafnframt fjárhagsáætlun 2022 til síðari umræðu í bæjarstjórn. Njáll Ragnarsson. Það biður orðið. Já, gjör svo vel. Forseti, þetta nú að verða svona eins og hérna fyrst, þegar það voru bókanir og mótbókanir og annað. Það voru, og ég held að sé bara rétt að við biðum bara bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins afsökunar á því að hafa sagt að þetta hefði komið fram í bókun. Það var ekki rétt, þetta kom fram í ræðu. Þannig að ég held að við bara leiðréttum það hér með og óskum þá eftir því að okkar bókun frá því áðan, þar sem við segjum að þetta hafi komið fram í bókun, verði breytt og þá geta sjálfstæðismenn meti hvort að þeir vilji standa við eða sem sagt halda stíti streitu og leggja fram sitt. En þetta voru mistök sem að urðu þegar vorum að ripa þetta hérna upp á þann. Þetta kom vissulega ekki fram í bókun heldur í ræðu og við biðumst bara velvirðingar á því. Takk fyrir, Njáll Ragnarsson. Væntanlega er þá bara fyrir bókunin dregin tilbaka og lögð fram ný bókun þar sem þetta er leiðrétt, gerir ég ráð fyrir, og þetta verður sent forseta og ritara þá leiðrétt útgáfa sem verður færð í fundagerð. Þá þurfum við að leiðrétta okkar bókun líka. Er þá ekki rétt að gera það áður en að við klárum þetta og treystum í framhaldi að Já. Rekstur aðalhluta sveitarfélagsins stendur styrkum stoðum, reglulegur rekstur ekki í járnum líkt og haldið er fram í ræðu Sjálfstæðisflokksins. Inn í rekstri aðalhluta er áhersluverkefni fyrir 220 milljónir sem eru verkefni á borð við leikvelli, skólalóðir, gönguleiðir, spjaldtölvuvæðingu, gera og allt, heilsueflinga eldri borgara og svo framvegis. Ef rekstur aðalhluta þyngist er svigrúm til þess að bregðast við með því að fækka áhættuverkefni. Já, gott og vel, takk fyrir þetta. Gott að hafa góðan traustan og góðan ritara sér við hlið. Þannig að þetta er þá engin vaf á því og ég held við bara klárum þetta áður en lokum liðnum. Það er eðlilegast að þetta fari allt saman rétt. Þannig að við bara klárum þennan lið. Þannig að allir gangi sáttir frá borði í þessu. Ég veit ekki hvað ég get teikt lopan mikið í þessu. Ég svo sem sagði nú með leyfi varaforseta áðan held ég flest allt sem að ég hafði þetta að segja. Það er nú svo sem
Það er svo sem fátt sem að ég held að ég hafi gleymt að fara yfir í þessu. Eins og segi, það er bara mikilvægt að við vinnum vel saman og kannski, já, það var kannski það sem að mér datt í hug hér áðan líka að það hafa náttúrulega verið gleðilega fréttir sem við höfum fengið varandi íbúa þróun. Það hefur náttúrulega verið að fjölga bæjarbúum og ég er svo sem ekki sundurliðun á því hvernig þessi fjölgun en ég held að þetta sannarlega, eins og ég kom fram áðan, að þetta hafi áhrif, þjónusta sem sveitarfélagið og gæði þjónustunar og hófleg gjaldheimta. Ég held að þetta hafi gríðarlega mikið að segja. Allavega fyrir mig sem á 4 börn allavega, að þá vegur þetta mjög þungt og ég er mjög ánægður að við getum haft þessar áherslur og bara þakklátur líka fyrir allir bæjarfulltrúar hafi verið sammála það hér áðan að frysta þessa gjaldskrá og vera ekki að velta henni út. Þannig ég held að það sé afar ánægilegt. Þannig að það sé, ég ætla ekki að vera að fara eitthvað dýpra í það. Mér finnst bara ánægilegt að við getum verið sammála það og vonandi verðum við sammála sem oftast á þeim fundum sem eftir eru. En Trausti Hjaltason, gjör svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, í ljósi þess að bókun var breytt hér áðan þá drögum við eðli málsins samkvæmt okkar bókun til baka og þá ætla ég bara að bóka sjálfur í staðinn. Sem að einhvers staðar hérna.